Já, herðu, erum við komnir í loftið, við erum hérna í beinni útsendingu frá Ölgerðinni. Það alltaf virkað, klukkan orðin 4 mínútur yfir, fjögur. Þetta hefur aldrei gerst í sögu FNÍ fyrir blöð að við byrjum 4 mínútum á sent. Það svo seinni því að það góð útskýring af því að ég, Steindi og Sverrir Þór Sverrisson erum í beinni útsendingu frá Ölgerðinni. Þar sem að jólabjórinn eða snjórinn fellur í kvöld klukkan 20:59. Það byrjar að snjóa snemma, en málið er það, hérna svona fyrir framamann, þá náttúrulega svona 300 snúrur og það eru mikrofónar. Við erum allir tækni heftir. Við kunnum ekki á þetta, við ítum bara eitthvað. Ég á í vesinni með að hita upp samlokk í örbylgjuofni heim. Já, ég get ekki skipt í ljósa. Ég að sjá þetta hér, ég er nýbúin að læra á takkana niður frá. Ég get ekki hengt upp eina mynd á þessu skökk. Nei. En pælið því að við náum samt einhvern megin að gera þetta. Já, þetta hafðist. En málið það má ekki anda þetta. Nei. Ekki snerta neitt. Og þetta hafðist líka áður en að lagið var búið, sem var mjög gott. En svo ég byrja aftur og þá föstudagur. Föstudagurinn 2. nóvember, það komið nóvember. Þetta fljótt að líða og beint á móti með sitja Steindi Junior og Sverrir Þór Sverrisson. Sveppi Krull, hann stóð sér svo vel á síðustu vakt að hann fekk að koma aftur. Það varst flottur hérna í síðustu viku. Takk. Þú varst frábær. Já, takk. Eina sem hættulegt, það að vera með Krösti og vera hérna í bjórskólanum. Þannig að hann þarf að fara að vallega í bjórringarnir. Setjum inn í bjórskólanum. Það hættulegt. Ég væri reyndarlega til ef við myndum setja nokkra tíkalla í trúðin. Það minn uppáhald Sveppi. Hann situr hérna í ból sem með kúka emoji á, sem alveg aðlegt að 41 ára gömul mann. Það geggja sko. Sveppi, dræktu svona 18 bjóra og svo förum við í stöðuna. Svo bara beint í taxa. Ég alveg eitilega góður. Það ekki ástæðalaust að Sveppin hérna því að ég ætla Einarsson ennþá stattur í fjölskyldu fríi sínu á Tenerife. Svo byggi frendi kallar það. Tenerife. Já, ég meina, og hann heldur ekki að fara leynt með það. Það vita hver einasti maður á landinu að hann sé þar. Hann setur einn daglega með laginn hans Togga, okkar mann á bylginni. Ég fer í frí. Já, þeir eru bara að posta svolítið hann og Rikki. Maður bara, þetta svo. Maður að gefa hann það. Þeir eru svolítið eins og Schwarzenegger og Danny DeVito í Twins. Já. Þeir eru þannig. Rikki svona eins og promo-týpa af mannesku. Rikki lítur alltaf út. Hann er svona, einhverju var að prófa að búa til mannesku, það klúðraðist og svo bjóð hann til betri týpum. Hann er svona galli. Hann er svona iPhone 3. Rikki. Já, svona Nokia 5010. Ég er bara að taka upp hanska fyrir Rikka. Þegar maður sé Rikka, þá finnst maður alltaf eins og Rikki sé svona gæðin sem fekk að vera með. Já. Hann fekk að vera með. Ég get ekki samfélagsmeistur Rikki geggjaður, en það sem skiptir máli hér í dag er að við erum með rosalega þáttandi kæru hlustendur. Steindi, þú varst með 2 nýjan dagskrárlið síðasta föstudag. Já, og ég ætla að halda með áfram með það. Og sko, ég er náttúrulega með dagskrárliðin Brothers from Another Mother. Já, sem er rosalega skrítinn titill á dagskrárliðin. Já, hann er frekar slappur titillinn, en dagskrárliðin er mjög skemmtilegur og sérstaklega með ykkur, það sem þið þekkir svona hrikalega vel og ég með 3 nýjar spurningar í dag. Hversu vel þekkir þú Sveppa á öfugt? Og svo náttúrulega dagskrárliðin sem er að ríða öllu hérna. Það er bara samfélagið frá hliðina. Hvor er nettari? Hvor er nettari, já. Sveppi var nettari í síðustu viku, en núna er ég búin að fikta vel við þetta og nostraðu spurningarnar og þær eru rosalega jafnar. Svo er ég með, ef þú mættir Sveppi, þú sérðum hvort myndur frekar í dag? Nei, ég fikk hvort myndur frekar. Já, Sveppi með myndur fyrir cash. Myndur fyrir cash, það er klárt. Rólur. Ég fekk að sjá eina spurningu að það á hjá hann var að skrifa til símanu sinni úti. Ég sá eina. Þetta er bara Nei, þetta er bara við þurfum bara að ritskoða þetta. Nú, er þetta þannig? Nei, alls ekki sko. Ég myndi spyrja börnum mína þessu. Já, þá treysti ég að þú getur spurt okkur. Ég myndi spyrja þau öllum aðeins. Svo er eitt sem að stendur líka upp úr, það er föstudagslagið er á sínum stað í dag. En sko þátturinn 7 ára. Það er komið nóvember og þátturinn FNÍ hóf göngu sína 2011, 4. nóvember. Þetta er ammali? Já, það er eiginlega ammali. Þetta er vel við hæfi 7 myndum í Ölgerð. Hvað, akkur erum við ekki allir hérna bara blind fullir og Pétur Jóhann og allir sem að voru í þættunum í upphafi með Björn Bragi og Hjöppi náttúrulega. Akkur kom það hika dag? Já, ég bara hiksta. Jólabjörn. En máli er hérna, sko, það er ammali. Það er ammali, þannig að við verðum með föstudagslag og Sverrir kemur hingað á eftir og veistu hvað lag hann ætlar að taka? Já. Ó, ég er spenntur að vita. Já, segð mér. Það lag sem hann söng fyrst, bara ever opinberlega. Einar afturviti? Nei, þetta er lagið Heaven með Bryan Adams. Já.
And baby you're all that I want when you're lying here in my arms. Geggjalag, sko. Þú sér alveg svipinn á mér. Já, þú ert eftir að fíla þetta. Þú sá svipinn á mér líka. Þetta er svolítið fyrir stelpunar. Já, það eru líka bara stelpur að hlusta. Já, nákvæmlega. Svo erum við með spurningakeppni Gils. Hann er búin að senda nýja spurningakeppni, þannig að þið farið í hana. Og já, það er bara allt að gerast. Ég spyr ykkur, hvernig líst ykkur á þessi komið nóvember? Bara, ég elska nóvember. Það er svona 5 mánuður, það er mikið myrkur. Mikið myrkur, nú er alveg myrkur, sko. Þú fílar myrkrið. Já, vakni myrkri er geggjað, sko. Já. Það er náttúrulega ekkert allir á sama stað og þú. Nei, mér finnst bara fínt þegar komið myrkur klukkan 5, sko, þá bara komið kvöld og þá ertu bara komin í kósi kvöld klukkan 5. Sumrin er alltaf bara sól til 10, þá er maður bara, hei, krakkar, farið að sofa. Já, það er dagur, farið að sofa. Já, ég reyndar sammála því á sumrin, þú veist, þá mætti alveg, ég fíla reyndar að vakna í byrtu, sko, en það má koma myrkur á kvöldin. Ég sammála sér bara. En með þessum orðum ætlum við að fara. Ég náttúrulega sé ekki neina tölvu. Ég veit ekki hvað lag Vala með handa okkur að niður í eitthvað Gucci lag Vala setta á eitthvað hressandi og svo förum við hér í slúður beint frá Ölgerðinni. Wallace Curry. Woman like me, like a woman like me, la 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 woman like me. Þið er að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Við drengirnir í beinni útsendingu frá Ölgerðinni þar sem að jólabjórinn fellur á alla helstu pubba landsins í kvöld klukkan 20:59. Þú veist það, sko, að það eru fyllibittur út allt land sem eru búin að telja niður. Já, þetta er risakvöld. Það er skrúðgangar niður í bæ og það er verið að gefa bjóra og húur og eitthvað niður í bæ. Ég er ánægður hvað við erum farin að gera stórt úr þessu, því að þetta er náttúrulega búið að vera svona í 10 ára í Danmörku. Þetta er risastórt. Málega, þú veist, í Danmörku á þessum degi, fólk hættir, annarkvort ferða ekki í vinnuna. Ég held í alveg að sé svona 60-70% bara á þjóðinni sem ringir sinn veikan líka við. Já, þetta er svona bara risadagur á þeim. Já, þetta er bara risadagur og það er enginn sem klára vinnudaginn, að fara allir allavega í hádeginu og þú veist, strætóbílstjórar. Yfirleitt þannig hjá dönum. Já, strætóbílstjórar er bara með kippu á sér og það er alltaf að gera. Drekka og keyra fullir. Bara allt leyfilegt. Já, það er að baða börn upp úr bjórnir og hérna Ráðhústorgi bara allir krakkar, allir hundatar í bjór. Þetta er heilagur dagur að núti. Það er glæsilegt og ég veit að þetta snjórinn fellur á dönsku í kvöld. Þar verður Sverrir Bergmann, hann er með á leiðinina til okkar. Svo veit ég að Bjartmar Guðlaugs, hann verður í Keiluhöllinni. What? Bjartmar Guðlaugs verður í Keiluhöllinni. Veitu, hvað er þetta að segja? Legendið. Hvað er þetta að segja við mig? Já, vissu þið, ég held að þið voru hans stærstu aðdándur. Við erum það. Bjartmar Guðlaugs er í Keiluhöllinni í Ég ætla að fá þetta eins og hreint. og snjórinn fellur þar 20:59. Bjartmar er í kvöld í Keiluhöllinni. Já. Og ég vissi ekki að því. Nei. Í kvöld. Þú býrð í Mosó sem er hann rétt hjá. Sveppi, erum við ekki að fara? Þetta er bara legendary kvöld. Svona, ég ætlaði bara að vera slagur, nú er ég hreinskilinn, en ég geti þurft að ringja ykkur símtöl og væla hans í síman, sko. Já, ég geti þurft að Mamma, ef þú ert að hlusta, nennur að passa. Ég kem ekki heim. Eftir útvarpið. Hún er að hlusta, sko, þá er það. Ég er búin að græða pössu. Já, ok. En meðan þú græja þína pössusteindi þá ætla ég að fara hér í slúður. Og ég ætla að byrja slúðrið að leikaraparinu Katie Holmes og Jamie Foxx. En þau eru vist ekki trúlofuð eins og margir heldu eftir að Holmes sást með stóran demonstrering á vinstri hendi í New Orleans á dögunum. Þau eru búin að vera saman núna í, sko, fólk vill meina, þetta er eitt sem að minnst áhugavert. Fólk vill meina að þau séu búin að vera saman síðan hún skildi við Tom Cruise en mátti bara ekki opinberað í 5 ár út af vísindakirkjunni. Það er eitthvað samningu þeirra á milli sem er rosalega skrítið. En þau eru vist búin að vera miklu lengur saman heldur en þau segja og þau eru par en eru ekki gift. Þegar þetta sko málega er í fyrsta lagi Jamie Foxx, hann er ekkert eðlilega svalur. Það er ekki til svalari maður. Þú veist, ég horfði að viðtal með honum í sjónvarpinu og ég meina þannig grínisti, söngvari, góðu leikari, hann er bara allur pakkinn. Annarkvæm maður getur tekið upp einhverja gítarstruslu í einhverju partíi og farið með eitthvað þvergrip og öllast í gegnum eitthvað partilug. Annarkvæm maður, hann bara greip í flíl. Já, menn hann lék Ray Charles og vann Óskarsvölum. Byrjaði bara að spila á flíl. She give me money. Rosalegur. Það er rosalegt, sko. Svo var það næsta slúður, þetta er eitthvað sem að margir hafa verið að bíða eftir og eins og stendur hér loksins og þetta er á öllum slúður miðlum. En Justin Bieber er búinn að fara í klippingu. Hann lét loksins verða að því og hann er búinn að klippa sig stutt. Þannig að síða hárið sem hann er búinn að vera að safna undanfarið ár er farið. Já. Þannig að það er allir bara þetta fellust aldrei í, sko, bjórin hérna fellust aldrei í skuggan á þessu slúðri.
Justin Bieber? Já. Finnst þér þetta ómerkilegt? Af hverju Ómerkilegt? Já. Þetta er ömulegt. Nei, þetta slakað á. Af hverju ert að segja okkur frá þessu? Af því að þetta er út allt, hann sé búin að fara í klippingu. Hann er nánast móðað, kallinn. Ömulegt! En af hverju ert að segja okkur þetta? Við erum bara á Íslandi, Ég er ekki að segja ykkur þetta, ég er að segja hlustendum þetta. Já, hverjum er ekki sama? Herðu, þetta er slúður sem er í gangi núna. Já, mér er hverjum er samt ekki sama, þú veist að Nú, hvað átti að, herðu, þetta er bara svona, stundu segja maður slúður, þetta er út allt, allavega. Þetta skeistu bara. Nei. Jú, þú eru bara að gera þetta einhver. Hann allavega, Ég myndi hætta með slúrið sem þetta. Justin Bieber var í klippingu. Já. Og hvað áttu, og hvað á fólk að gera? Keir út af það? herðu, svo er það, Það er áhugavert þegar að Britney Spears snóðaði sig, sko. Það er eina klippingi sem ég hef haft áhuga á í Já, það var aðeins merkilegra. Já, en svo er Ariana Grande, hún er náttúrulega hætt með Pete Davidson sem er í Saturday Night Live. Já, var hún ekki komið með svona, var hún ekki komið með einhverjum skona gikt? Svona, einhverja liðagikt? Ariana Grande? Nei, ég er að ruglast 21 á sko. Já. Hún er brjáluð hins vegar af því að Pete Davidson, hann var að gera grín af, ég trú að trúlunum væri búin í einhverju auglýsingu fyrir Saturday Night Live. Já. Þetta fór mjög í taugarnar á henni því að þau eru nýhætt saman og hún setti á Twitter eitthvað hvers konar gaur hann væri eða. Jason hver? Hann heitir Pete Davidson, þetta er efnilegasti grínasti Bandaríkjanna og er í Saturday Night Live, mjög fyndinn. Já, ég held þú að þess að Jason Já, en þannig að hún var brjáluð. Já. Og já, þannig var það slúður. Pappaðari. Herðu, ég þegiðu maður. Þetta dó einhvern veginn svolítið í klippingunni, sko. Áhver er það ekki merkilegt að Justin Bieber að fyrir í klippingu? Það var búin að vera með sítt á og allir að kvartunda því og... Kvartunda því? Ég bara, herðu, slakaðu á sig. Að Justin Bieber með sítt hár? Já, bara fullt af fólki. Það var ekki að kvartið. Jú, fullt af fólki segir farði í klippingu og eitthvað svona. En... Bara svo að fólk var að kvartið við því að þú er skjöldlátur. Já, það er fullt af fólki að kvartið við því. Akkur færður ekki hárkollu þá? Ég bara nenni ekkert að vera með hárkollu. Þetta var slúðupakki dagsins, ég nenni ekki að halda áfram með þessum töffurum þetta, fáum eitthvað lag, nei það eru auglýsingar. Maður rétt. Svo förum við í, já, ef þú mættir. Valdimar á Hverfisbarnum föstudaginn 2. nóvember. Húsið opnar klukkan 22:00 og frítt inn í boði Víking Brugghús. 2 fyrir 1 af Víking til miðnættis. Sjáumst á Hverfisbarnum. Jólabjór? Já, jólasnjórinn fellur klukkan 20:59 í Keiluhöllinni Egilshöll, föstudaginn 2. nóvember. Af því tilefni mun Bjartmar Guðlaugsson halda tónleika klukkan 10. Það verður happy hour frá klukkan 20:59 til miðnættis. Þar sem við bjóðum 2 fyrir 1 af öllu. Rútuferðanir í miðbæ er á sínum stað frá klukkan 11 til 1 nóttina. Þannig að þú kemst í miðbæinn ef þú ert í stuði. Jólatrúborg Bjartmar Guðlaugs og Keiluhöllin Egilshöll. Sjáumst klukkan 20:59. Börnin elska dásamlegu tuskudýrin og bánsana frá Kalú. Kalú-vörurnar eru frábærar vöggugjafir. Fáanlegar í margt og mikið, Holtasmára 1. Er hafið nærið þig grunar? Uppáhalds fiskurinn og fiskréttir fást nú á 3 stöðum. Hafið fiskverslun Hlíðarsmára, Spönginni og Skipholti. Í dag, föstudaginn 2. nóvember, er alþjóðlegi samlokudagurinn. Þess vegna verða 2 fyrir 1 af öllum bátum á matseli. Sjáumst á Subway. Vantar þig ódýran gæðabíl? Smelltu þér á einn notaðan á nýju heimasíðunni notaðir.benni.is. Frábær tilboð og flott úrval notaðra hjá Bílabúð Benna, Krókhálsi. Hurðarskellið kemur fyrr en varir. Allar útihurðir á lager eru einmitt á 25% afslætti í Bíkó. FM 95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina Egilshöll. FM 957. Remember the words you told me, love me till the day I die. Surrender my everything, cause you made me believe you're mine. One of us gets too drunk and calls about 100 times. Þeir eru að hlusta á FM 95 Blö á FM 957 og við drengirnir þökkum ykkur kærlega fyrir það. Eins og áður við komið fram erum við hér upp í Ölgerð þar sem að það er, já, jóla-túborgdagurinn. Strákarnir eru búin að fyrirgefa mér að þessa umfjöllun klippingu Justin Bieber, þannig að það er allir átti vinir aftur. Don't kill the messenger. Nei, nákvæmlega. Við vorum allir sammála að þetta var ekkert mér að kenna, þetta er bara svona slúðristundum. Ég er að kenna fjallum þetta. Ég vildi geti sagt ykkur hvaða lag vorum að hlusta á en ég hef bara ekki hugmynd því ég er ekki með tölvunar fram að mig. Ég þekki svona 3 lög á stöðun í dag og þau eru öll íslensk. En það
það er komin tími á ef þú mættir. Svo hér næst förum við í klefa sem að Sveppi og Steindi tóku upp fyrir í dag og svo er Sverrir Bergmann á leiðin með nýtt föstudagslag og fleira. Það er allt í gangi. Og hvor er nettari? Já, hvor er nettari? Ég er svo forvitin að vita hvor ykkar er nettari í dag. Þannig að við verðum hér í Pantagýr til 6. En eru þið tilbúinir í ef þú mættir? Já. Ok, þetta er ekki flókið, þetta eru 3 spurningar eins og alltaf. Og ég ætla að byrja, Sveppi, þú mátt svara undan í fyrstu. Ok. Ef þú mættir, verða bestur í heimi í hverju sem er. Hvað myndir þú velja? Í hverju myndir þú vilja vera bestur í heimi? Og þú myndir fá hæfileikar núna. Þannig að ef þú segir fótbolti, þá er það samt svolítið skrítið því að þú varst nú ekkert sá snöggasti fyrir og ert núna orðin 41 og ert ekkert í toppformið, þannig ég myndi ekki velja eitthvað þannig, skilur. Vá, strax búin að taka það að mér. En ég meina, hann væri samt, skilur, þótt hann sé 41, þá væri hann samt bestur í heimi. Já, kannski, já, ok, þú mátt velja hvað sem er. Takk maður. Takk fyrir að koma þér fram að ég væri lítill og feitur og ógeðslegur og gaman. Nei, hægt og bítandi. ekki ógeðslegur og ekki lítill. Badminton heilla mig. Já, gott svar, skemmtilegt. Ég fer í badminton einu sinni viku, það er skemmtilegsta sem ég geri, sko. Bestur í heimi í badminton? Já, það er eitthvað reyr við það. Það reyndar ef þú velur að vera bestur í heimi í badminton, þá held ég að verða ekki jafn gaman hjá þér í badminton. Hann nennir ekki að spila við. Ekki þú færð með félagunum bara. Þá er ég að fara náttúrulega bara í einhverja svaðalega æfingarferð til Kína. Já, meinar. Keppa bara í Tókíu og móti. Þú væri fyndið að þú væri bestur í heimi í badminton. Já, það er ekki að ég var alveg til það, sko. Steindi? Í staðinn fyrir að velja, ég meina bestur í heimi í að brugga bjór eða bestur í heimi í að smíða geimflaugar. Já, ég meina, ég baði að velja eitt og hvað ætlar að segja? Badminton eða? Það er sjálfsögðu. Steindi, hvað viljið þú? Sko, ég það er öllum saman hvað að segja. Ég ætla að segja að ég vildi vera bestur í heimi í tölvuleikjum. Já, ok. Því að það gæti, sko, þá væri ég menn er að græða því. Þú veist, ég væri bara multi-billionaire. Já, að stríma og eitthvað svona. Mér finnst þetta alltaf snúast það hvernig þú getur enda á því að vera ógeðslega ríkur. Nei, það er svolítið eigið og Steindi búin að smita. Steindi er að smita staði. Þess vegna hætti ég við það. Já, það er bara svona að minna á það. Já, ég myndi vilja vera bestur í heimi í rúminu. Nei, í blönduðum barðalistum. MMA. Já, það væri geggja maður. Það væri vel gert, það var eins og kom inn á þetta að maður velja hæfileika frá hvernig sem er og Halldór Gunnar Nelson. Ég væri basically harðasti maður jarðar. Já, það er enda góður punktur. Það lítur að vera eitthvað töffið það. Ég ætla að velja það líka. Það að skipta. Ég myndi lúberja þig og þetta badmintondraslit alveg. Þetta tróða spaðan upp í raskatur. Herðu, næstan það tengist konum ykkar. Heyrðu, talaðu það, ég er að skilja þannig að ég voru að kippa með hana. Já, við getum ekki að tala um konu hans. Ok, ef við mættum velja hvaða hæfileika sem er handa konum ykkar. Ef við skiptum þessu, ekki þið heldur ef þetta velja hæfileika á konu ykkar, hvaða hæfileika myndu þið velja? Nú ætla ég að byrja á þér, Steindi. Mér finnst þetta að vera nokkuð létt spurning. En það? Já, ég myndi velja að hún gæti lesið hugsanir. Nei, það er ekki hæfileiki. Myndur þið vilja og þá er þú að fara að skilja í fyrramáli. Já. Ef hún sæði henni fyrir ógeðslega hug. Já, þú meinar. En það er heldur ekki hæfileik. Hvað heldur að segja hvað bestur í heimi núna að lesa hugsanir? Já, meinar. Það er ofur. Já, ég held að þetta væri kannski eitthvað svona ofurkraft. Bara hæfileik. En ég meina, hún gekk í sirkus, lapp á línu. Gæðu eitthvað einhjóli. Sem hún er reyndar, ég hef séð Sigrún á einhjólun, geggjuð. Lapp á línu og vera á einhjóli. Það er hæfileiki. Já, ég veit ekki alltaf einhver sirkus að þið kringu þið? Góður hæfileiki. Já, ég byrjum það bara þér, Seppi, þetta er svona erfitt. Ég held náttúrulega, ég var með hugsanirnar, sko. Ég þarf að hugsa þetta aftur. Já, hvað segir þú, Seppi? Ég vildi óska þess að hún væri bara með geðveikan hæfileika í því að skúra golf og halda golfi hreinu. Vá, þú veist það, nú eru svo mikið að brjálu. Nú þarfst að fara að fá hatur. Nú þarfst þú bara að fara að hendi eitthvað á Twitter. Viltu að vera besti heima skúra? Nei, að þýfa. Þetta er lélegasta, þetta er versta svar sem ég hef heilt í þessu leik. Ég er náttúrulega svona í grunninn, en maður náttúrulega að þetta þarf að vera eitthvað pluss fyrir mig líka. Já, maður þá ekki bara strax okkur ekki besta sönguna í heimi. Heldur hún væri ekki farin frá mér þá? Heldur hún myndi vera bara vá, ég er með bestu rödd í heimi þegar allur eftir mér glætan, ég ætla að sitja uppi með einhvern krullóttan feitan drúð. Fyrst hún er búin að dóri 20 ár þá held ég hún sé ekkert að fara, sko. Já, ok. Það er alveg ótrúlegt að hún sé ennþá þarna, sko. Já. Það er ótrúlega það er farið. Já. En þá ætlum ég bara að fara í þriðju. Á ég ekki að svara? Já, ok, hvað? Ég ætla að vera með hugsanir. Ég mátti ekki hafa það. En ég er samt ekkert langt frá svarna Sveppa því miður, eins mikið og ég var að drull yfir það. Ég væri til að hún væri rosalega handlegin.
Mest hann, já sko málega ég get ekki hengt upp myndi að sett saman eitthvað drasl úr IKEA eða skipt perur heima með mér. Ég get ekki gert neitt. Þú vilja hann að gera það bara. Hún er ekkit rosalega góð í heldur sko. Þeir eru rosalega örlátir á hæfileikana hérna. Ég var nú að ringja pappa eða tengdapappa og bara kaupa bjór og panta pítsur og hann gerir þetta sko. Þannig að þú vilt meina það að þeir sem að geta hengt upp myndir og geta að skrúa peru í séu með einhvern sérstakann hæfileika. Já sko, þú veist, ég meina Gulli Helga, er hann ekki með hæfileika? Hann er bara smiður. Já, þetta kallast að vera smiður. Já, ég væri til að konum ég væri smiður. Besti smiður í heim. Með hæfileika smið. Eins og Gulli Helga. Þriðja og síðast og nú byrja ég á þér Sveppi. Ég ætla bara að keep it in the family áfram. Nú ég báðir börn. Þú átt eitt barn Steindi sem þú veist af og Sveppi þú 3. Yngsti Arnaldur og yngsti krakkinn þinn þá væntanlega Ronja. Ef þið mættuð ákveða núna, þurftu að svara núna, hvaða starf Arnaldur og Ronja myndu taka að sér í framtíðinni, hvaða starf myndu þið velja á þau? Ef þú mættu bara núna ákveða, ég byrja á þér Sveppi, hvað myndur þið vilja Arnaldur er þið þannig lili stór? Forstjóri Apple. Forstjóri, já. Það er ekki gæð. Já, var þið. Forstjóri Apple. Já, ég menna það er bara nót til þá. Já, það sko. Já, líka bara það var ég alltaf með glænja síma. Ég var svona meira að hugsa eitthvað sem væri, smá sens á. Ég vona innilega að börnin okkar Sveppa. Ég get alveg sagt þér bara hér og nú, Arnaldur er ekkert að fara að vera forstjóri Apple, sko. Akkur heldur ekki? Ok, þá bara vona ég að hann verði bara framkvæmdastjóri á Subway. Þú veist, maður vona bara börnin sín, þú veist, í rauninni vona maður bara að verða ekki útengátt. Já. Það er eina sem ég vona. Ég vona bara að dóttir mér lendi ekki á stöðlum. Það er bara mitt markmið. Nei, ég er sko málið það. Ég innilega vona að börnin okkar fari ekki í neina listir. Það er sko það er bara ekki vilja hún er í leikuna? Nei, minna, þú veist ef hann langar? Ég meina, sjáið, þú veist, eins og okkur og maður er með blæðandi magasár allan daginn og það er allt í rugli. Ég vona að hún fari bara eitthvað miklu meira straight forward, sko. Hvað er að velja? Ég myndi segja atvinnumaður í einhvers konar íþrótt. Einhvers konar íþrótt? Fótbolta, atvinnumaður í fótbolta. Verður það ekki? Já, bara ekki eins og Sara Björk. Mér er alveg sama maður. Framkvæmdastjóri Kentucky, það var líka fínt fyrir mig. Já, þetta voru rosaleg svör hér. Nei, ég veit að vera í lögfræðingur. Lögfræðingur, ok, þarna kom. Já, ég veit það. Það var nú ágætt fyrir þig, þú skýtur á þig, þú getur að syngja í litla. Já, það myndir nú bara að spara þér helling stundum. Við ætlum að enda þetta á þessu nótum. Vala, hvaða lag ertu með handa okkur? Félögum og fyrirtækjum upp á tepparhreinsun. Hafðu samband í 564 6005 eða hreinsi.is. Snjórinn fellur í kvöld klukkan 20:59. Túborg, léttöl. Gott í magan, gott í sálina. Serrano. Fresh, happy, max. Við framleiðum fjölbreyttar lausnir til afmörkunar og lokunar svæða. Við framleiðum lausnir. Íslands hús. Nú stefnir potturinn í 12,1 miljard. Eurojackpot, Evrópukeppnin í heppni. Alla föstudaga. Bros merkir auglýsingavörur með þínu fyrirtækjamerki. Skoðaðu litríkt úrval á bros.is. Bros auglýsingavörur. Norðlingabraut 14. Enski barinn er með lifandi tónlist öll kvöld. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Í dag, föstudaginn 2. nóvember, er 2 fyrir 1 af öllum bátum á matvæli á Subway. Sjáumst á Subway. Fáðu það besta út úr bílnum þínum. Aktu á Pirelli. Nestek og öll betri hjólbarðarverkstæði. FM 95 Blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina Egilshöll. Það held ég, elsku vinir, þeirra að hlusta á FM 95 Blöð hér á FM 957, ekki í stúdíónu þar sem við erum vanir að vera með gott útsýni. Við erum inn í bjórskólanum líka. Það er þetta fanta útsýni hér. Já, menn það eru bjórdælur, það verður nú ekki fallegra. Nei. En við erum inn í Ölgerð og það er ekki ástæðalausu, það er jólabjórin og hann er að detta út í dag. 20:59. Það er búið að vera að telja niður í þetta. Og svei mér þá ég líka. Ég held að hann verður stappaði bara inn maður og stóð upp í Keiluhöll í kvöld. Já, það er Bjartmar Guðlaugs er í Keiluhöll. Það er rétt. Herðu, við Sveppi, við hendum okkur í klefa í dag. Já, ég er mjög forvitinn, ég hef ekki heyrt. Hvað voruð þið að gera? Sko, málið er það, undir eðlilegum kringumstæðum þá værum við ekkert að fara að spila klefa þannig séð. Og okkur fannst bara svo fyndið. Við hringdum í Sundlu í Mósbæ og við vissum ekkert hvað við ætlum að gera og við vorum bara að tala til skiptis
ég var engin einn að gera þetta símat, við vorum bara báðir að segja stundum eitthvað og það var bara rugl og það kom í ljós að það er strákur sem átti að vera mættur í vinnuna og hann var ekki mættur, þetta var fyrsti dagurinn hans og við erum að spila þetta í þeirri von að hann sé að hlusta þáttinn og drífi sig í vinnuna því hann er búin að gleyma því hann eigi að vera í vinnunni en minnst mjög líklegt að hann sé að hlusta okkur þá skulum við bara, ef ekki að hlusta á klefann Jú, ég segi bara Andri, drífið í vinnuna fáum klefa, tjekkum á þessu Ok, ég byrja, svo tekur þú bara eitthvað við skiptum bara á í þessu mannski veit ekkert Jesús, varum á góðan dag Já, góðan dag, hver er þetta? Hvað segir þú? Hver er þetta? Dani? Já Blessaði mestari, herru, ég átti að vera að vakta morgun Blessaði, hver er þetta? Ég á að vera að vakta morgun, gettu Ég veit það ekki Þannig, gettu Nei, Andri Já Það er mennleika steiktir, eða? Andri Afonso Já Þetta hljómar ekki svo þú Nei, ég er líka ógeðslega veikur Ég er að syngja, hérna, er hún við það? Hvað, byrju, kannski ekki að koma í dag? Þú voru að taka með mér undir þetta Þú voru að gera það fyrir mig Þú veist ekki að beila á fyrsta vinnudeginu Nei, sko, málið er það Ég átti að byrja í dag Ég er ógeðslega lasinn Já Og ég nenni ekki að þetta byrja svona Þú voru að taka, getur þú sagt eitthvað fyrir mig Eitthvað sögu Já, hvað á ég að segja? Ég veit það, getur ekki Veist Það ætlaði þú ekki að hringja allavega og láta vita Hvað segirðu? Ætlaði þú allavega ekki að hringja og láta vita Ef þú gæti gert það fyrir mig, sko Ég hafi, þú veist, lent í mjög alvarlegu slysi eða Þú er ekki bara sagt, segðu bara út veikur Nei, býtu, segðu eitt Ég hafi verið að lappa hann í grundatangarum í Mosó og hafi komið einhver hundur eða einhver djöfullin og þetta bitið í mig Þetta er eitthvað rugglaður, Andri Nei, gerðu það fyrir mig Nei, hringt þú og segðu það Nei, segðu það að hafi komið bara einhver brjála eða svona Það er þú ekkert að láta vita af hverju þú mætir ekki Já, komið fór eitthvað svona tjú á að drulla einhver bara klefsa í mig á fullu Andri Talaðu um á Facebook Ég hendi á það Facebook en nefnir að segja þetta við hana segðu bara ég dotti á sprautu eða eitthvað Hvað er fokkin bull í mér Er þetta Andri í alvörunni? Já, og það var svo ógeðslega gott að þú getur coverað mér maður, ég er svo miklu rugli Þú verður að taka þetta með mér, við erum saman Við erum ekkert saman í þessu Segðu þið bara út fokkin veikur Segja þetta að það var eitthvað segja þetta dass og sprutir, eitthvað rugglar Bara gerðu þetta fyrir mig, ég myndi gera það fyrir þig Hvað, ætlaði þú þá að geta hringið þig? Nei, þú ringi bara, segi bara ég sé bara að drulla í nými og ælandi og skítandi og dettandi á sprautu og eitthvað kjafta hétina hundi og eitthvað, segju það bara Halló Þetta var ekki beint það sem við láðum upp með Nei, þetta var svo skemmtilegt Hvað gerðist þetta? Við þurftum bara að vinna með þessu sem við höfðum en það er einhver, málega það er samt einhver Andri, einhver sem er vinnur hans sem á að vera mættur sem á að vera mættur í vinnunum og er ekki mættur á sínum fyrsta degi sem hann er með allt niður sig þannig að ef hann er að hlusta okkur og er að gleyma sér drullar í vinnunum fucking hvað er að gerast? Þetta var gaman Ég er ekki pottjættur en ég gruna að þetta lag heiti Ring Ring Sveppi er gríðalegur aðdáandi og getum við bara því miður ekki klárað hér því að the show must go on eins og þess Ég sko málið þess náttúrulega ég hef ekkert rosalega mikla skoðun á músíkinni sem er í gangi þetta Ring Ring Þetta lag er bara ekki skemmtilegt Jú, þetta er allt í lagi, þetta kemur einhverjum í gýrin á föstu degi, það er 2. nóvember og það er bara fyrir að styttast í jólin jólabjórin er að mæti í kvöld og ég veit ekki hvað og hvað Sverrir Bergmann, hann er á leiðinni og verður með nýtt föstudagslag hér eftir smástund en áður við fáum Svessa og föstudagslagi þá ætlar Steindi í nýja dagskrárliðin sinnið ekki Jú, sem heitir Hvor er nettari Hvor er nettari, já, þetta var svolítið skrítið Já Mér var svolítið erfitt að svara Man á að reyna að vera hvað, svona nettur eða eitthvað En málið það, já, þú ætlar að vera nettur, ekkert fyndin bara vera nettur Hvor er nettari svör og það er ekkert rétt eða rangt í þessu og það er engin dómari, við erum allir dómarar Við ákveðum bara sameiginlega hver er nettari sko. Hvað eru margar spurningar? Það eru 5 eins og alltaf 5 eins og alltaf, þetta er nú bara verið einsinni Já, þetta er bara verið einsinni, þetta er í annarskipti og
Og ég veit til dæmis, og ég ætla að gefa honum shoutout af því að hann einhver staðar í einhverju landi sem ég kann valla að bera fram. Azerbaijan. Nei, heitir ekki. Azerbaijan. Það Hannes Þorvaldsson markmaður. Já. Af því ég veit að hann er að hlusta, hann hlustar alltaf og hafði sérstaklega gaman að þessum lið. Þetta er mjög nettur. Shoutout á Nesan. Shoutout á Nesan. Rosalegu leikstjóri. Já, hann er það. Eru þið klárir í hvori nettari? Já. Líður ykkur eins og þið séu nettir í dag? Já, mér finnst bara svo aðsnaðlega stundum að svara en ég skal reyna. Mér finnst þetta svolítið skrítið síðast. Mér finnst þið báðir nettir. Þú veist, ég er að horfa á okkur, þið eru nettir. Nettir kettir. Já. Herru, ok, þá er það fyrsta spurning og hún er svona frekar þægileg. Ok. Þið eru kallar... Hver á að vera undan? Vilt þú vera undan? Ég skal byrja, ok. Þeir eru kallar á fundi í vinnunni. Já. Og yfirmaðurinn segir ykkur að þið séu reknir og ekki bara reknir heldur að þið séu í raun ógeðslegi líka. Já. Hvað myndu þið segja við því og það verður að vera nett? Ég eins ekki fannst konuninni það. Wow! Ok, Seppi, þetta var frekar nett sko. Þetta var reyndar fáralega nett. Vala, getur þú komið einhverja netta músík undir okkur? Jó, gerum það. Þegar smá betta? Já, eitthvað þú veist, eitthvað old school. Nettan betta undir. Sveppi, hvað segir þú? Hvað segir hann? Ég sé reikinn. Já, ógeðslugur. Ég myndi segja, þeir ringir einhver. Ringir sími eða bara í beinni útsendingu? Það er eitthvað alveg frekar nett sko, út síma. Það er rosa nett að eiga síma. Ég myndi bara segja, ég heyr ekki hvað það segir. Bara búið. Nei. Þá myndi segja, út reikinn út ógeðslugur. Þá myndi segja, fyrir ekki, ég heyr ekki alveg hvað það segja. Þá myndi segja, ég er að segja þér út reikinn út ógeðslugur. Fyrir ekki, veistu það, ég er ekki alveg að heyra hvað það segja. Ég held kannski annar ekki að myndi henda sér á fósbræður. Býtu, fyrir ekki, er ég drekinn? Já, það var aldrei svona. Ég hugsaði þá að ég samt frekar sagði, býtu, hvað sagði þér, er ég tekinn? Já, ok, sko, auðvitað er henni bara komið 2 nett svör, erum við ekki sammála með hann? Ég fæ búnt. Mér þitt mitt samt aldrei svona snjað, eða svona fyttið. Við erum samt sammála með hann tók þetta. Já. Ok, þá er næsta, það hringir. Talaði þessu mitt hana. Já. Því er ekkert að láta svona, hann tók því. Já, rétt. Þá er önnur, það hringir einhver stelpa úr fortíðinni og segist þegar 6 ára gutta og að þið væru pappin. Þú veist, annar eitthvað skilur. Já, og þú sett pappin. Já, í hvaða nettu línu myndu þið henda í þá eiginlega? Sveppi, þú byrjar. Er hann alveg heilbrigður? Krakkinn. Það lína henni. Það skipt einhverju. Nei, bara það heldur þetta. Það heldur fyrir. Já, nei, hann er bara heilbrigður, já. Það er alltaf með strákinn, það er stelpuna. Já, en það er sem þú myndist, það var netta lína. Það er bara svona fyrstu sem þú myndi spurja. Já, býttu Vala, erst þú ekki í stúdíónu? Ég ok. Sko. Það er eitthvað nett að undir, ég heyri það ekki. Nei, ég veist að ég er bara ekki eins nettur og ég held. Og þú veist ekkert hvað með segja það? Þú ætlar að segja það? En þess bara hringir og segir, heyrðu, já, er þetta Sverrir Þór Sverrisson? Já, þetta er hann. Heyrðu, ég ætla bara að láta að vita, við sáum saman í Galtaleikarna 98, það kom krakki og þú áttan, ég er að segja það frá því núna. Já, heyrðu, þú takk fyrir það, en þú mátt bara eiga hann. Ok, þetta er besta svar. Nei, þetta var alveg smá nett. Það kom einhver töffar í hann, sko. Já, þú mátt bara eiga hann. Hvað myndir þú? Já, hún er alltaf á hann fyrir. En hvað myndir þú? Eina sem ég dætti ég myndi segja bara, það er skellur. En bara, ég veit ekki hvað ég myndi segja. Það væri bara skellur. Já, ok, ég myndi segja, yes, ekki vasspungur. Já, ok. Nefndi hendi það. Yes, ekki vasspungur eða þú mátt eiga hann. Hvor fannst ykkur vera betra? Ég held að Sveppi eigi þetta. Er það? Já, það var nettara svar. Það er ekki svona nett. Já, heyrðu, takk fyrir það, maður, þú mátt eiga hann. Hræðilegt svar. Það er 1-1. Það er fundi. Já, það er 1-1. Ég er að milli vera milljón. Hérna kemur einn svolítið skemmtileg. Þið farið í Bauhaus og kaupið vindblásara og afgreiðslubæðurinn segir að þið séð eflust ekki réttu mennindi til þess að eiga svona vindblásara af því að hann sé fyrir aðeins stærri kalla. Hvað finnst ykkur nettast að segja við svona óþarfa móðgun? Ég finnst að þú ert bara ekkert rétti maðurinn hérna til að... Nei, ég veit þessi liður eru óþæginn. Ég er alltaf að fatta það meira og meira. Hann er geggjaður, en málega það er svo nett. Þú ert bara að segja, hvert ætlar með þessu? Ég ætla að segja bara, þú ert ekkert rétti maðurinn til að vera hérna í Bauhaus. En það er bara hræðilegt svar. En þetta var það fyrsta sem þið dætt í hug. Já, nei, ég myndi segja, ok, hvar eru kaðlarnir þá? Já, ok, mjög nett. Því að ég var einmitt að hugsa svona svipa auðvitað. Ég hef sagt sko, að því að hann segir við mig, þú ert kannski ekki rétti maðurinn til þess að vera kaupa
Vindblásaran? Hann fyrir aðeins svona stærri kalla. Já, þá myndi ég segja, fyndið að því að þú ert akkurat rétti maðurinn sem átt að vera að vinna á kassa í Bauhaus. Vó, það er mjög nett. Já, þú vilt ekki hafa hann á gólfinu? Nei, bara þú ert að vinna á kassa í Bauhaus. Ok, hvað gefur það? Það er ekki... Shots fired á Bauhaus. En mjög nett sko. Já, það er enginn sem það er ekki endastöð hjá fólki. Nei, þetta er bara Steós Eppanir. Hvað segir þú þetta? Jú, hann má eiga þetta. Það ekki? Þessi hérna finnst mér rosalega. Þessi hérna, þetta er fjórða og næst síðasta. Hún er rosalega skemmtileg. Hún hljómar svona: segjum að þið værið að berjast við illmenni upp á hústæki, upp á líf og dauða. Það er annarkort hann eða þið. Þið náðu það yfirbugan og rétt áður að þið sparki honum niður af hústækinu. Gefum okkur þetta að vera upp á þæki. Í hvaða nettu línu myndu hendi þá? Rétt áður. Sveppi, þú ert undan núna. Sem svolítið erfið. En þetta er svolítið skemmtilegt. Og nú er líka áhörundu, hlustendur, þeir eru að hugsa þetta líka. Þarna myndi ég segja tekin. Já, þarna myndi ég nota tekin og sparka henni niður. Já, bara tekin og bom. Þetta er basically þetta er one-liner áður en þú klárar illmennið. Sparka hann niður. Ég myndi segja þá leiðinni niður hugsaðu það var trúður sem draf þig. Ok, þetta var, er þetta ekki Mössin eða? Já, Mössin fær þetta. Já, þú er að vera sammála. Já, ég er alveg sammála. Þetta var rosaleg. Mér er sama, sko. Þetta er rosaleg lína. Svepp er svo nettur. Hvað var síðasta? Síðasta, en erst þú ekki inni samt eða? Jú, ég er alltaf inni. Hvað var staðin í þessu? Það er 3-1 fyrir Sveppa. En þú ert ekkert inni? Jú, það er 2 fyrir síðasta. Já, svoleiðis. Ég fíla þetta, þetta er fárlega nett samt þetta. Þú ert að henda þetta í ykkur aukareglu. Ég fíla það. Ok, nú er það bara orðið fastulegur í þessu. Það eru 2 stig fyrir síðasta. Það er alltaf þannig núna. Þá er það 5. og síðasta. Hvað er það nettasta sem þú gerðir í vikunni? Og þetta er svolítið opið svar. Hvað er bara svona, þú segir bara... Þetta meina ef einhver spyrir þig? Já, ég er náttúrulega að spyrja. Já, þú ert að spyrja hvað er það nettasta sem við gerðum í vikunni? Já, það þarf ekki að vera eitthvað sem hún sagðir endilega. Kannski eitthvað sem hún gerðir. Eitthvað nett, sko. Það nettasta sem ég gerði í þessari viku var að vakna á mánudaginn. Fokk, þetta var hart svar, maður. Vá! Þú veist að sko, hann er að fara að taka þetta þá 5-1 eða nema þú komir. Þetta er rosalegt að náða að vakna á mánudaginn, þú skilur þetta? Já. Erfið helgi? Já. Herði, ég ætla bara að gefa henni sigurinn, Vala. Þú ætla bara að setja lag. Þetta er, við þurfum að fara yfir hennar líka. Sveppi, þú ert nettasti maður. Á plánetunni í þar. Djöfull ertu nettur. Held ég þið eruð að hlusta á FM 95 Blö á þessum yndislega föstudegi. Það er 2. nóvember, styttist í Sverrir Bergman. Hann er á leiðinni með splunkunýtt föstudagslag. Og já, svo eigum við líka eftir að fara í Brother from Another Mother eða hvað sem þetta heitir hjá Steindanum. Við erum með spurningakeppni Gilsarans. Hún er eftir smástund, hann sendi spurningakeppni. Gerði hann það aftur? Já, hann hengt bara þetta sé alltaf inni. Og hvað er núna, hvað er þetta? Ég mátti ekki opna þetta strax, þannig að ég bara segi ykkur það þegar ég opna. Þú veist ekki eins og koncepti sjálfur? Nei. Finnst það ekkert hættulegt? Jú, en þetta hann er með þetta hverju föstudegi, þannig að þetta getur ekki verið eitthvað grófar en þegar hann er með þetta. Nei. En áður við förum í þetta allt saman ætlar, Sveppi Krull í dagskrárliðin Myndur fyrir Cast. Þú serðu mann í dag, eða? Já. Samdi hann. Nóg að gera hér alla vikuna. Já, ég vaknaði snemma og fekk mig góðan kaffibolla og óði í þetta verkefni. Já. Og þetta er eins og alltaf 3 spurningar, eða ekki? Jú, 3. Ok. Fyrsta spurning. Já. Myndirðu drepa hvolp nágranna þíns fyrir 10 milljónir og engin myndi frétta því? Ég vil þetta dark. Það er komin alvöru, komið búið að setja tíkall í trúðin? Nei, tíkall í trúðin, það er búið að setja bara darkness í trúðin. Ok, þú myndir drepa hvolp nágranna? Ekki drepa lóunum. Já, það er að sama það ekki? Jú, það er að sama. Það er að lóunum, þá er að drepa hann. Hljómar hans betur. Já, bara fara með hann byrju og vera með það á samviskunni og alltaf bara, já, við veitum ekki hvert hann fór, hann hefur örgulega lentur í bíli eitthvað, en þú veist í hjartaðinu að þú sem að helst honum ofan í drullupollinum, Þetta gaf mér óþægilega image með dröllubollin. Þetta er off hjá mér. Herðu, já, til dæmis ein manneska sem er að hlusta núna sem myndi ekki tala við mig aftur til að segja já þessu, sko. Já, ég Kélan okkar, já. Ég bara... Eru það að gela út, hvað er kela núna? Já, ég geti þetta ekkert, sko. Ekki? Nei, þetta er svo rugg. Hvað myndið þú gera þessu með?
Þú myndir pæli því. Það er því sem að svara hérna. Af því að þetta setur dálítið leið. Ég held annarkor eitthvað myndir svona pæli í þessu, sko. Af því að næsta er, sko, myndir þú drepa útigangsmann fyrir 40 milljónir. Skilu, og ekki myndi frétta því. Nei, það er harðara nei hjá mér. Ég get ekki dreipið mannesku, maður. Mér myndi finnast einhvern veginn léttara held ég að dreipa mannesku heldur en dýr. Já, ég bara að horfa á hvolp. Það gæti maður ekki. Drepa mannesku? Nei, þetta er fyrir hvað? Fyrir 40 milljónir? Já. Sitt inni bara. Væri hann rosalega veikur fyrir? Já, það myndi engin saknast þannig. Þetta væri svona þannig úr. Já, herður bara hættu þessu bulli, maður. Þetta hlýtur að nei hjá báðum. Eru alla spurningar að drepa eitthvað? Já, næsta var, sko, myndir þú drepa barnaníðing fyrir 80 milljónir? Herðu, jæja. Jó, ég myndi örugglega að gera það. Já, frábært. Þar kom Steindi sterkur inn. Já, ég meina, myndir þú sakna barnaníðings? Já, þú getur ekki tekið lögin í þínar hendur að því að vantar nokkra milljónir. Kæmist ekki að því? Kæmist ekki að því? Menna, hvernig veistu að ég er ekki bara... Það myndi ég, það er bara maður, ég myndi ekki drepa útigangsmann. Ég myndi ekki drepa hvolp, en barnaník. Ef enginn myndi frétta af því. Kannski er ég... 80 kúlur í skjalatösku bara fyrir utan gulla. Kannski er ég allar nætur búin að dressa mig upp í einhvern ofubúning. Þetta var í síðasta sinn sem að Sveppi sér myndir fyrir kæs. Vala, skuldum við ekki auglýsingar. Svo kemur Sverrir Bergmann hérna. Ég held að hann verði aðeins svona þægilegur nótum. Myndið þú hlífa barnaníknum með því? Já, alltaf það. Vantar þig ódýran gæðabíl? Smelltu þér á einn notaðan á nýju heimasíðunni notaðir.benni.is. Frábær tilboð og flott úrval notaðra hjá Bílabúð Benna, Krókhálsi. Mundu Múlalund. Við opnum klukkan 8 á morgnana. Múlalundur.is. Búrró, suður-amerískur veitingastaður við Ingólfstorg. Komdu með vinahópnum í tapas og steik eftir happy hour á Pablo Disco Bar. Búrró við Ingólfstorg. Ítalir eru sigurvissir að vanda eins og þjálfari ítalska liðsins orðaði á blaðamannafundi fyrir í dag. Pizza formaggio, per favore, sagði hann þegar ég hitt hann í matsalunni hér á... Nú stefnir potturinn í 12,1 miljard. Eurojackpot, Evrópukeppnin í hefni. Alla föstudaga. Hæ, þetta er Sara í Unique. Stelpur, nú er að gera að koma að dressa sig upp fyrir haustið. Unique, Kringlunni og Unique.is. Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar. Did you ever make anything happen? Anything you couldn't explain? Við teljum niður til töfrandi jóla með Stöð 2 og Harry Potter. Scared Potter, you wish. Við sýnum þessi stórkostlegu ævintýri frá upphafi alla laugardaga frá 10. nóvember. Come on and play! Fáðu þér ævintýralega skemmtilega áskrift á stöð2.is á aðeins 6.000. Því þú tala og tala en segir ekki neitt, segir ekki neitt. Já, þú tala og tala en segir ekki neitt, segir ekki neitt. Okkar Frikki Dór, hann er alveg með þetta og já, það vita held ég flesti landsmenn. Við erum stattir hér í Ölgerðinni, strákarnir, og erum konum með góðan gest. Það er hellingur að vera í kvöld, jólabjórinn að detta allstaðar, já, flesta staði. Hann er allavega í Keilöðinni sem að Bjartmar Guðlaugsverður. Svo er Sverrir Bergmann sem er með mættringa, hann er á dönsku í kvöldið, ekki? Nei, hárrétt sér. Í Guðnabænum ára og tala Bjartmar næst. Nennur að segja King Bjartmar eða konungur Bjartmar. Það er hellingur með, svo veit ég að Valdimar, hann er með tónleika á Hverfisbarnum. Hann er geggjaður. Þannig að það er bara allt stappaði bæri með koma. Stifla mig út! Ég meina, Svessi, hvernig erst þú á dönsku? Ég kem svona rétt fyrir 9 og fæ svo heiðurinn að telja niður í klukkan 20:59. Þá er þetta á fyrsta. Erst þú gæðin sem telur niður? Já, ég er alltaf gæðin með mækinn, þannig að það er líklegt. Fuck my life. Og hvað, ertu að spila síðan alveg bara fram eftir eða? Það er bara til 12. Bara til 12? Hvað ætlar að gera þá? Mikið gæti fullir í bænum. Föttu til Njarðvíkur, eftir að vera að taka sófinu mér? Herði, já, ég ger það. En á jafnlangt í Mosó til Njarðvíkur. Ég er með trikk sem ég fattaði, í fyrst skipti ég lendi í því að vera fastur í bænum. En sérst búin að fá mér þessi glas, ég geti keyrt heim. Og tók ég bara flugurútuna. Tókst? Nei! Það er geðveikt! Fer hún alltaf sólarhringinn? Hún fer á hálftíma fresti.
Það er geggjað. Allan sólarhringinn? Já. Geðveikt. Taka bara flugur út hana. Það er grjóthart. En þú varst að segja mér hérna í vikunni að þau eru öll byrja að kalla þig kóngina til Njarðvík. Þú ert gætt vinstan þarna, sagður þú. Það er að tala um að ég gera stytta þetta fyrir hérna utan hérna. Ég reyndi að vara að spáði þetta þegar núna í fyrsta skipti á ég smá grasblett. Akkur býr maður ekki bara til styttu af sjálfu sér? Já, hendur þig garðinn. Hafa hann nógu þunga og vel gerða, það er ekki hægt að gera. Veistu í hvaða stöðu þú ert? Þetta er geggjað sko. Þú getur okkur borgarstjórið. Nei, málega bæjarlistar. En málega þú ert komin til Njarðvíkur. Spurðu bara hann er bæjarlistar með Mosó. Já, þú ert með grasflöt fyrir utan. Akkur ertu ekki að lifa á lífsins gæðum? Akkur ræktar ekki kartöflur og kjöt og... Það er rækta kjöt? Nei, hérna... Hvað ertu? Hvað með góð? Já, akkur ræktar ekki kjöt í garðinu? En akkur er þetta að vaksa steikurnar á trefn? En akkur fer ekki að, þú veist, að mausast í ykkur og maula okkur út í garði. Það getur vel verið, það gerist bara ég er að rækta, ég er með gras. Ég er að rækta gras, ég er bara að kjallara ég er ekki að tala um þannig gras. Ég er að tala um, skilur, þú veist, og akkur hættir ekki öllu sem þú ert að gera og er bara í Njarðvík, lifir á því þessum kartöflum. Sko ég er búin að sjá alveg hvað Sverrir, hann var með innflutningspartíum daginn, alveg geggjað. Við erum alveg búin að sjá hvað hann er að gera. Ég hef aldrei séð hann aðeins gaming room. Hann flutti til Njarðvíkur og er núna með fullkomna aðstöðu til að vera í tölvuleikjum sínum. Stutt í klósettið, þannig að hann þarf ekki lengur að skýta í pizzakassa þegar hann spila. Sem hann gerði oft, sko. Já, tímabilið þegar hann bjó heima með. Ég þegi bara 16 tómi, maður er best að skýta í 16 tómi pizzakassa. Það er svolítið, þetta er með En maður er mest svona gott og stórt raskat, sko. Ok, ef ég mætti velja núna, hei, hvernig líf vilt þú eiga? Ég myndi hugsa, ok, ég verði til að búa í flottu húsi, út á landi, rækta kartöflurnar mínar og vinni í kjötinu mínu. Svo myndi ég bara borða bragðara á morgnana og biðja hilsa. Ég meina, ég myndi ekki vera standinn einu þessu rugli. Hvað gerir það ekki? Hefur það ekki með kósið hana? Já, þetta er aðeinslega. En svona öllu kannið slepptu, ertu sáttur í Njarðvík? Já, mér líður mjög vel að það er komið svona króksara fílingur að vera. Búin að kynast einhverju liðið eða? Já, náttúrulega eitthvað fullt af nýjum vinum. Ég lengur í honum. Það er þannig að 8 ára gamall. Það var fluttu til Njarðvíkur og heldur áfram að vera hann. En hvað, heldur áfram að vera hann? Hvernig eru nákvæmlega eru þeir fínir? Já, mjög næs. Það er enginn eins og Dotti minn, sko. Nei, ég á ekki breykið hann Dottaði. Það er alltaf því líka fyllibitur í guttuna Sveppa. Já, ég spilaði partí á Dotta, það var rosalegt. Gatan hans Sveppa er blautasta gatan bara í borgin. Það er ekki hægt að heimsækja Sveppa og fara í kaffi. Það er að kemur einhver nágranni með gin og tónik bara til korti. Já, svo endar í eftirpartí á Gulla þetta er bara alltaf sama kjaftaði maður. En þú ert með nýtt föstudag. Já, ég er með nýtt föstudagslag. Já, við erum nú að plugga þá líka. Það er nú föstudagstónleikar eftir viku í sko Bæjarbíu. Ég veit að það eru undir 20 miðar eftir. Nó, það er svo lítið. Já, þannig ef fólk vill sjá Sverrir Bergman og Halldór Gunnar í Bæjarbíu eftir nákvæmlega viku. Og Auðun Blöndal, gleymu því. Þá farið inn á miði.is og kaupið síðustu miðana. Það er óþarri, ég tek bara þess að 20. Ég það 10, stendir 10. Já, við tökum sér 10. Ef það eru ennþá til eftir þáttinn, þá getum við skoða. En hvað sko, ég veit hvaða lagur, ég sagði strákanum á hvaða lag þú hérna vart með í dag. Já. Þeir voru ekkert alltaf hrifnir. Nei, ok. Þetta er svona pínusamt sentimental fyrir okkur. Já, þetta er rosa sentimental. Þetta er fyrsta lag sem ég söng ofinbella. Já. Og það var ástættið þrjóðum í hvað, 8. bækir? Ég held að það var eitthvað sentimental fyrir þig. Vala, viltu ekki setja smá fílutólu? Já, hvað þú að blanda þér í Þetta er mjög sentimental fyrir blöð sko, því að það eru til upptökur sem hann týndi svo og mamma hefur ekki ennþá fyrirgefið. Sko, ég fekk lána af því að það vildi svo skemmtilega til. Þetta var líka fyrsta sinn sem ég skemmti opinberlega og tók Mr. Bean og ég fekk lánaða Vaffa og S-bólu til að horfa á þetta og sína þetta í 70 mínútum einu sinni. Týndi spólunni og ég hef ekki fundið hana síðan. Þú hefur tekið yfir Nötti Professor og Die Hard 3. Þetta á long place bóla. Reyndar yfir til Nötti Professor og Die Hard 3 og þá saknar enginn okkar sko. En lagið, Sverrir, vilt þú ekki bara kynna þetta inn? Jú, þetta er lagið Heaven. Eftir hann Bryan Adams. Þetta er mjúkt og gott sko. Þetta er Baby, you're all that I need. Ég segi bara take it away. Settum á þessu. Ég verður að fá headphone. Hengi rosalega margir okkar aldrei við þetta lag. Bryan Adams var náttúrulega í höllinni þegar ég var ekki staðar á bilinu 0-25. Þetta er svalegt lag. Það er ekki hörpu bara daginn. Bryan Adams, hann kom daginn. Hvernig gáttu við mista hún okkur og vorum við ekki að sjá hann? Það var skita. Maður var að hlusta á þetta lag bara leiðin í Eldborg á sínu tíma sko. Það er 2001. Sko, talandi tónleika, við erum núna búin að ætla að fara á tvenna tónleika. Fórum til New York til að fara á Bon Jovi, veikur. Hann fekk bronkítjaskall. Árið eftir fórum til Vegas til að fara á Celine Dion, veik. Vá, það er nú bara plus. Nú? Fóruð þið fullorðin kallmenn nokkri saman til að sjá Celine Dion? Veistu hvað tónleika við fórum á í staðinn? Boyz II Men.
Þetta er ekki hægt. Það var ekkert eðlilega að finna. Við fórum að Boys. Ég vill ekki vera vinnur. Við fórum að Boys. Heldur í eina sekund og það hefur verið pælingin að fara til Vegas til að sjá Celine Dion. Heldur það ekki frekar? Við vorum búin að panta okkur ferð og vissum að syngja og ætlum að sjá hana. Já, ég menna bara mig teka ofan fyrir að nenn að sjá það bara. Þú veist, þetta er bara ekki minn tepolli. En máli er að svo töff. Nei, ég er ekki töff. Þú veist, maður þarf ekki alltaf að vera töff. Fílar annað. Maður getur ekki, ok, kannski ég skammast mig núl fyrir að sjá Celine Dion. Eru þá allir. Ég get bara ekki gert að því að ég sé svona töff. Eru þá bara allir töffara sem fíla ekki að sama og þú veitir? Nei, að vera að orða þetta svona, maður fyrir ekki að sjá Celine Dion. Við fórum allavega að sjá þetta 95 ára gamla gæja að syngja. Hvað heitir þetta? Boys to Bros, eitthvað. Boys to Men? Já, Boys to Men. Og málega, við vorum 5 sem fórum. Við löpum 3 út eftir 2 lög. Þá fórum við bara að horfa á eitthvað í sjónvarpinu og næsta bara að drekka gin og tónik. Sko, þetta, nú ætla ég að umvala þetta. Þeir voru fremst og gáðu þeim blóm og... Já, geggjað. Ég ætla að segja það, Auði var bara minn besti vinur frá þessu mómenti, meðan að Steindi var eiginlega bara ekki vinur með lengur. Þetta er uppáhaldsljóðsýttu mín. Og hann bara ákvað frá Rór sjónvarpi frekar að stýða vinn sig að horfa á það sem hann... Ég veit ekki skilið svessa eina nættur og það er ekki það. Mér fannst það geggjaðir. Þarf ég að eiga vinn sem ég þarf að styðja í gegnum tónleika? Hvað er að ykkur söðkvæmsingum? Er þið orðið bara að missa viti? Menn eru mættir á tónleika og okkur er ekki þótt vætum það og hérna ég bara var sár. Þegiðu þessu. Ég var bara virkilega sár út í. Hann er að ná því að Steindi. Við erum að fara, hann fóð frekar að horfa á sjónvarpi. Ég og Kös. Við ætlum að fara hérna í King of Entrepreneur. Sverrir, þú mátt vera með. Þetta er entrepreneur. Þetta er eitthvað frá Agli. Hvað þýðir það? Það er bara að þú setja eitthvað svona entrepreneur, ég veit það ekki. Bara self-made. Já, eitthvað svona. Já, frumkvöld. Takk kjalla, það þarf að hjálpa okkur hérna í ennsku. Ok, fyrsta spurning og ég byrja. Ef þið langar að flaska þið upp ofan í sundlaug, ber ofan, flaskar þið þá bara upp í sundlaug eða? Steindi, ég ætla að byrja á þér. Já. Það er rétt á þig, Sverrir Bergmann. Þú varst með. Þetta er ræðilegt. Sveppi? Nei, ég myndi ekki gera það. Nei, þú myndir ekki gera það. Akkur er það út svo töff? Nei, ég veit ekki, ég myndi, ég skil ekki alveg spurninguna. Má ég heyra hana þess eftir? Höfum það á hreinu, það var ekki ég sem samt bara. Ef við langar að flaska það upp í laug, flaskar það upp í laug. Er það ekki það, þetta er bara svona, ef þið langar að fara að fá í pítsu, er það bara að fá í pítsu? Ég held þetta sé ekki spurning. Ég held þetta sé bara einhver staðing. Strákar, þið byrjið allir á S, gegja. Já. Herru, hérna S3. Næsta spurning, já, þá segi ég já. Ef ég ætla að flaska mig upp í sundlaug Vegas, þá myndi ég flaska mig upp í sundlaug Vegas. Ok, þá er það næsta spurning. Damn, hvað hann er vitlaus mann. Hann er svo liggjandi dauða drukkin hérna úti í Ibiza, eða hvar sem hann er. Ertu 100% self-made millionaire? Byrja á þér, Sveppi. Nei. Nei? Ég í fyrsta lagi er ekki millionaire, en ég er self-made. Já, self-made, já. Þú átt miljón, eða ekki? Erstu ekki millionaire? Jú, ég á miljón. Sverrir, ertu self-made millionaire? Nei, í húsi. Ég er ekki miljón. Steindi, ertu self-made millionaire? Ég á miljón og er self-made. Já, það eru Steindi og Sveppi. Akkur er Svessi Bergmann ekki self-made? Þú varst að kaupa hús? Ég ásamt ekki miljón. Þú fær punktinn. Nei, áttu ekki miljón í húsinu. Þú kiptir hús, þú lítur að setja miljón í húsið þitt. Hefur þú djammað með Arnari Grant og Ívari Guðmund? Já. Svessi var steg. Heyrðu, þetta er einn slakasta kækast. Ég er að svitna á bakinu fyrir hans hönd. Þú ert king of entrepreneur eða þú ert djammað með Arnari Grant og Ívari Guðmund. En ég hef djammað með þeim. Já, það er punktur á þig þá líka. Sveppi. Ég hef ekki djammað með þeim. Ég byrjaði að drekka með þeim snemma. Ég hef hitt þá á skralli. Ég hef ekki svona, jæja, Ívar og Arnar, hefur við að gera eitthvað strákarnir? Nei, en málega er að þetta var eitthvað tíma. Það er góð punktur. Það var eitthvað svona góðgerist út í kringlun eitthvað tíma. Ég man ekki alveg nákvæmlega hvað það var. Verið að safna peningum fyrir eitthvað gott málefni og við eftir það fórum við upp á kringlukrá, fengum okkur einn og klukka bara svo 3 dag sem endaði þannig að Ívar og Arnar ég er að síla þetta við endaði 3 hauga dreifni. Hefur þú unnið einhvern tímann ellendis? Já. Sveppi. Nei, ég skrifaði steypustöðuna frá LA. Já, rétt. En það í söðuramska draumnum varst í tökum erlendi sko. Já, rétt. Talandi söðuramerska drauminn, það er þáttur í kvöld. Já, hann er svalur í kvöld. Ég er svo besti hingað til. Svesti, þú varst að syngja í Finnlandi daginn. Já, ég verð að segja já. Það er rétt. Allir með punkt. Stimplaru þig inn í vinnuna eins og Gilsi gerði þegar hann var að vinna í Blikksmiðinni? Nei.
Nei. Punktur á alla. Þið eru allir rosalegir entrepreneur. Hefur þú jammað á snekkju eins og Gem Entrepreneurs meistararnir gerðu í Reykjavík? Hvað er það? Hvað er þá? Þeir eru geggjaðir sko. Hvað er það? Það eru spálsku örður minn. Gem þarna, þeir voru að jamma á einhverja snekkju hérna í Reykjavík. Fáránlega góða týpur sko. Basically hefur þú jammað á snekkju eins og The Gem Entrepreneurs. Þú hefur gert það. Já, Sveppi líka, þetta er punktur á Sveppa. Ég jammaði á snekkju. Ég næ ekki, Sveppi var auðvitað líka á stekkin, djöfull, þetta hefði þú kannski verið að klára þetta. Nei, Sveppi var líklega að klára þetta. Það er ekki jamma snekja svo mikið lit. Þegar þið langar í Benz, færðu þið þá bara Benz. Új, bara stensir ógeðslega. Nei. Steindi? Já, ég myndi alveg geta gert það, ég myndi bara fá Benz, ég myndi vilja fá Benz. Þetta er þetta fínt, sko, hann er að nýta hérna negi til að þú sért Sveppi, því að þetta er oftast horfbjörn sem ég fæ. Það geta allir fengið sér Benz þegar þeir vilja fá sér Benz. Ekki allir. Já, en nánast allir sko. Ég á bíldrusli, mér langar svo í nýjan bíl og mér langar í Benz, en ég bara get ekki fengið með Benz. Þú getur það alveg, en þá ertu alltaf bara að borga miklu meira mánuði og eitthvað svona vesen. Hefur þú keyrður út á flugbraut alveg upp að einkaflugvél þar sem þú þurft að rölta nokkuð skref til að fara inn í hann og tilla þér í leysibóin? Þetta tala bara beint um mig, ætlar að spyrja þá? Egilli með þetta. Það er bara... Ég hef ekki gert það. Ekki ég. Ég hef gert það. Þú hef gert það. Herðu, Sveppi Krull, couple of times, er ekki bara nettastur. Couple of times. Hann er líka king of entrepreneurs. Ég held við skuldum auglýsingar. Sverri Bergmann ætlar að vera hérna áfram með okkur hans. Já, kaldur á krana, allt er ykkur. Snjórinn fellur í ölgerinni. Hendum okkur auglýsingar. Valdimar á Hverfisbarnum föstudaginn 2. nóvember. Húsið opnar klukkan 22:00 og frítt inn í boði Víking Brugghús. 2 fyrir 1 af Víking til miðnættis. Sjáumst á Hverfisbarnum. Fröken Fix verður með litaráðgjöf á litadögum í Slippfélaginu í Skútuvogi á morgun. Kíktu endilega við og fáðu fríar litapröfur. Slippfélagi. Við höfum málað með Íslandingum í meir en 115 ár. Nú er sprengivika í Fitnessport. 25-70% afsláttur af öllum vörum. Já, þú heyrðir rétt. Öllum vörum. Sprengivika Fitnessport. Fyrir fólk eins og þig. Snjórinn fellur í kvöld. Klukkan 20:59. Túborg. Léttöl. Frábær helgartilboð í rúmfattalegarnum. 20-30% afsláttur af öllum sængum og kottum. 20-30% afsláttur af öllum sófum og svefnsófum. Rúmfattalagurinn, aðeins ódýrari. Jólabjór? Já, jólasnjórinn fellur klukkan 20:59 í Keiluhöllinni Egilshöll, föstudaginn 2. nóvember. Af því tilefni mun Bjartmar Guðlaugsson halda tónleika klukkan 10. Það verður happy hour frá klukkan 20:59 til miðnættis. Þar sem við bjóðum 2 fyrir 1 af öllu. Rútuferðanir í miðbæ er á sínum stað frá klukkan 11 til 1 nóttina. Þannig að þú kemst í miðbæinn ef þú ert í stuði. Jólatúborg Bjartmar Guðlaugs og Keiluhöllin Egilshöll. Sjáumst klukkan 20:59. Nú er sprengivika í Fitnessport. Fitnessport Smiðjuvegi fyrir fólk eins og þig. Fröken Fix verður með litaráðgjöf á litadögum í Slippfélaginu í Skútuvogi á morgun. Kíktu endilega við og fáðu fríar litapröfur. Slippfélagi. Við höfum málað með Íslandingum í meir en 115 ár. Það er 200 milljónar risapottur helgina. 1x2 við tippum. Ísland í dag er fjölbreyttur dægumála þáttur þar sem við tökum létt við töl og daga í lífi fólks. Við segjum líka sögur fólks í óvenjulegum aðstæðum og rýnum í mikilvæg samfélagsmál. Ísland í dag, alla virka daga strax á eftir kvöldfréttum í opinni dagskrá á Stöð 2. Það er 2030 einfalt að elda sem færið er Ísland í dag. FM 95 blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina Egilshöll. Topp tónlistarstöði. FM 957. Þið eruð að hlusta á útvarpsþáttinn FM 95 blöð í beinni útsendingu á FM 957 og það frá Ölgerðinni. Eins og nokkru sinni komið inn á þá er jólabjórin eða jólasnjórinn fellur 20:59 í kvöld. Ég er ekkert búinn að sjá Egil hérna. Nei, Egil er náttúrulega stattur á Tenerife. Nei, þetta er Ölgerð Egil Skallagrímsson. Já, hann er dáinn. Hann ertu með þetta stand-up eitthvað starf í kvöld eða er þetta bara fyrir okkur? En það er komin tími á dagskrárlið sem að líka tiltöla nýra af nálinni.
Steindi Junior byrjaði með 2 nýja liði síðasta föstudag og ég var mjög ánægð með það. Ánægð með þann metna, Steindi. Já, og ég er sko með 2 nýja á leiðinni. Það er ekkit annað. Ég er að móka út dagskrárlið núna. Já, og þessi heitir reyndar, þetta er nú ekki besta nafnið á dagskrárlið. Nei, en það er líka alveg svolítið viljandi. Já. Hann heitir í rauninni, sko, Brothers from Another Mothers. Mother, já, bara ekki að segja það í lokin. Brother from Another Mother. Brothers from Another Mother. Er þetta ekki bara Brother from Another Mother? Þetta er rauninni Brother from Another Mother. Og málið er það að þetta er svo, þetta er þetta lélugu titill. Já, það er alltaf leið, það liður svona góður. Hann er samt fallegur, og hérna er ég með, vil ég hafa Svessi, vilt þú vera með í þessu? Já, Svessi getur tekið þátt í þessu. Ég bakka ykkur upp. Já, Svessi, verðst þú svona dómari? Já, verðst þú dómari? Já, ég er dómari, ok. Og kottu inn í þetta eftir eitthvað í hug. Sko, það sjá, ég er með þetta hérna í símanum mínum í Notes. Já. Búin að opna þetta. Og svona til að rifja upp reglurnar í þessu, þá er þetta svolítið hennar. Ég ætla að byrja því að spurja þig, Sveppi, spurningu. Þetta er hvað við þekkjum hvort annan. Já, og þú svarar Auta og svo öfugt. Og Auti, þú kannski hendir niður stigum. Já. Þau eru ekkert aðalatri í þessu. Nei, þetta er svona kontrapunktur. Allt í lagi að hafa þetta með. Ok. Herru, þá er það fyrsta spurning. Og Sveppi, hvað er uppáhalds kvikmyndin hans Auta? Og þú hugsaður þetta náttúrulega þannig að þú vilt reyna að giska á rétt. Hann er svona mall cop guy. Já, þetta er eitthvað rugglaður. Það dyrka Kevin James, man. Ég ætla að segja mall cop 2. Þú er frítur að reyna að vinna þetta. Þú veist alveg að mall cop 2 er ekkert upp á spíl. Eftir henskiluti, ertu mall cop kall? Ég skal vera hreinskilin, ég dyrka Kevin James í King of Queens, en nei, ég er ekki mall cop. En þú fórst í bíó og hóði gaman að þér? Nei, sett fremst. Ég sá mall cop 1 á DFD held ég, en ég hef ekki séð 2. En hefur gaman að myndu sem enda á tölustaf? Nei, jú, stundum. Alltaf að segja bara mall cop. Ha? Er það bara svarið þitt? Já, þú sagði mall cop 2, eða ekki? Já, en þú ert meira fyrir framhaldsmyndina. Ég ætla að segja að Pulp Fiction er þér. Það er rétt. Já, ok, ég fyrst þig. Pulp Fiction er rétt? Já, þú veist. Já, þú veist. En þú veist, það er eins og... Einn af fyrstu. Ok, þá ætlum ég að skjóta bara Shawshank Redemption. Já, þetta. Já, hún er þar sko, en ég hefði sagt Cable Guy. Já, Cable Guy geggjuð. Fight Club. Já, ég veit að... Fight Club er geggjuð. Þegar maður er að nefna uppáhaldsbíómyndi, þá er það aldrei beint grínmynd. Þá velum maður alltaf eitthvað annað. Ég meina, uppáhaldsbíómyndi mín er til dæmis bara Big Lebowski. En að því að grínmynd... Og Billy Madison. Ég gef Sveppa stig fyrir Shawshank, hún er þar, hún er á toppinn. En þú veist, ég veit hvað við, þú veist, uppáhaldsmyndin er kannski eitthvað grínmynd, en þú gerir grein fyrir að hún er samt engin snild og hefur engin áhrif kannski á neitt og svona. Hvað er uppáhaldsmyndin þín, Svessi? Mér er bara svo gaman hvað þið grínar þetta að tala niður eigin atvinnu. Nei, þú veist alls ekki. Ég meina, þú veist, eins og Cable Guy, eins og Öttis að Cable Guy, hjá mér er bara Billy Madison og ég er ekkert að fokkast með það. Þetta eru geggjaða myndir, en maður gerir það líka inn fyrir því að það verður ekkert að fara að vinna inn velun og það er þá bara 5 á IMDb, skilur. Það er eitthvað einn grínmynd sem átti skilið Óskarsvelun og það var Planes, Trains and Automobiles. John Candy átti skilið Óskarinn þar, staðfest. Já, hann hefði átt allavega verið sensin. Þá er það næsta. Ötti, þú byrjar að svara henni. Ef Sveppi vil gera velvísi mat og drikk, hvað gerir hann í Reykjavík? Og þarna er ég í rauninni að spyrja, þú mátt lýsa svona hinu fullkomna laugardagskvöldi eða föstudagskvöldi. Ok, það er tvennskonar. Náttúrulega Sveppi kom inn á áðan hérna meðan við vorum í lægi hvað hann ætlaði að gera í kvöld. Einmitt. Þá er hann að fara að gera velvísi, en það endar, hvað sagður hann? Hvað sagður eiginlega? Hvernig er kvöldið þitt, Sveppi? Kvöldið? Hvernig er kvöldið mér? Þú sagður að það er að panta þér Já, konan er í bústað. Já. Ég er einn heima með krakkana. Ég er enda búin að losa mig við 2 börn. Ég var bara að því núna rétt í þessu í SMS-i. Það styttist í að við getum bara að fara á Bjartmælingu. Það gæti verið, sko. Þessum við rétti viðbútt. Nei, það er alltaf það. Þegar konan fer í bústað með vinkonu sínu, sko, þá panta ég með pizzu frá Dominos. Og kaupi með koktelsósu og stjörnu hrásalat í bónus. Svo smyr ég koktelsósunni á pizzuna og set svo stjörnu hrásalatið ofan á sósuna þannig að þetta ekki af þegar maður lyftir upp sneiðinni. Svo treði ég þessu í grímun á mér með ískaldu kóki eða Pepsi fyrst verið mjölgerinni og hérna eitthvað sem gerir síðan eftir það? Já, svo náttúrulega klæði ég mig úr öllum fötunum. Sitt allsbyrði fyrir fram á spegil og öskra af því að mér líður svo illa. Með þumælinn eitthvað stærði ekki? Jú, ég enda þar mínu. Drag út allt sem hann sagði. Þetta sagði rétt á hann. Ég myndi segja ef Svepp ætlaði að gera sér glaðan dag í bænum, þá myndi ég halda að hann myndi reyna að fara einhvert og fá sér góðan humar. Þetta er mikill humarmaður. Og svo myndi hann fara með einhverjum góðra vina hópi helst á tónleika með Nýt Dönsk eða Bjartmari.
Svo myndi hann enda bara eitthvað staðar ógeðslegur á dönsku að syngja og eða á Dubliners og svo hann komin heim til sinum 4 og fær þá kannski eitthvað happy hjá konunni. Gátt í kröppin? Já, er það ekki svona drauma kvöld hjá þér? Ég veit ekki, þetta er ekki langt frá þig. Nei, ok. Þetta er ekki langt. Ég hefði skipt út humrinum jafnvel fyrir góða steik. Já, ok. Ég er svo mikil humamaður. Já, ég er náttúrulega dýrka humar. En þá speklar þessi yfir Auta? Auti, hann myndi náttúrulega sko alltaf reyna að byrja svona kvöld frekar fyrr heldur en aðrir. Já. Aðrir eru svona, ekki hittast 8, þá er Auti bara, hvað er ekki allir klári bara 4? Keila klán 4. Já, pílu kannski vel. Píla klán 4. Eitthvað gimmi. Það er rosalega gaman með honum í pílu. Já, ég veit það. Þetta er, sko, hann þarf að byrja einhvern tímann svona setni part og þá þarf hann að fara annarkvæmt í pílu, keilu, eitthvað happening. Ef það er sumar þá er ekki verra að byrja út í garði í góðum boccia. Þannig að þannig myndi að byrja. Svo myndi að fara eitthvað út að borða. Já. Og fyrst gaman að fara og þá myndi ég halda hann væri sko Tapaskall. Já, tapasbarinn er náttúrulega draumastaður fyrir hann sko. Já. Þar líður honum vel. Já. Hann myndi sérstaklega fara út að borða sko eitthvað staðar þar sem hann á einhverja góða inneign inni sko. Þar sem hann á eitthvað staðar hei, ég á 20 stættirna á tapasbarinn þú farið þangað bara skilu, ef hann á inneign þá var hann klár sko. Þá var hann klár, ringir ég bara undan sér og græjar eitthvað svínið eitthvað. Já, svo er nefnilega, svo væri hann alveg til í, hann er svona græjar undan sér. Skilur, hringir á undan sér á næsta stað. Hann mætir ekki bara. Nei. Hann er svona græjar á undan. Og flöskuborð flöskuborð er alltaf heitlandi sko. Já. Ég hefði sagt karaoke, annars varstu nokkuð nálægt sko. Já, einmitt. Stiga báða, ekki spurning. Þá er það síðast spurningin og flöskuborð þarf að vera þannig að það sé svona rammað inn hverjir eru það, fólk getur ekki verið að tróðast þar. Nei. Frábær, næsta spurning. Þá er að þriðja, hvað er það ógeðslegasta sem þú heldur að Uddi hafi gert? Var ég þá Sveppa? Ógeðslegasta? Já, hvað heldur að sé bara það ógeðslegasta sem hann hafi gert? Það er verri dörri hjá Sveppa heldur en mér, það er alveg staðfest sko. Við getum kannski líka, í staðin fyrir kannski að segja þetta overall hérna, við getum kannski tekið líka bara síðustu kannski viku. Kannski 2 síðustu viku? Nei, ég er svona að reyna að einfalda þetta fyrir þig. Náttúrulega eitt að skrítnast á því, mér fannst alveg neitt ógeðslega. Sveppi náttúrulega safnaði hlandi sem að mér finnst alveg rosalega skrítið. Akkur varst að gera það, Sverri minn? Safnaði glandi? Jú, það safnaði ekki. Herru, ég sé alveg greipnum það og safnaði hlandi. Það sé ekki bara ógeðslega. Heldur að geta ykkur bara safnaði ekki hlandi? Það sé bara að það telji bara. Sjálfest. Nei, ég safnaði ekki. Það var bara, ég bjó í herbyggi sem var ekki í klósett og pissaði í flösku bara. Pissaði í flösku og svo var ég ekki alltaf að tæma. Nei, ég myndi segja það. Já, kannski með svona 6-8 lítra svona steddi alltaf. Inn í fataskápa? Já, það var einhver svona Sverri, þú ert að lækja álítið að Sverri. Nei, máli, ég átti eitt vinn sem gerði það líka. Hann var aldrei, vildi ekki vera að fara klóstið á nóttinni og var kannski eitthvað mest að drekka bjór og svona. Hann megi í flösku líka. Safnaði þessu upp í herbyggi. Já, ég gerði það svolítið sko. Þetta var í bílskúri, ég bjó í bílskúri með pappa sko. Það var ekki í klósett, ég ætla alltaf að fara út til að komast upp á klósett sko. En skeisti þetta líka? Akkur megst ekki fara út í það? Skeisti í fötur? Akkur hoppar ekki bara út og pissa þér? Akkur megst í fötur? Hæ? Jú, svo megi líka úti. Ég fæ stiga með heimsókn. Þetta er stiga með. En hvar gerðu hitt? Þá fór ég upp og kúkaði sko. Stráka í heimsókn. Já, mig og ekki bara sko. Þá voru við í pleysið svona. En þristinum, hvað gerðu í honum? Þristinum? Já, tekur þristin. Það safna því eitthvað? Hvað, að krunga? Herðu, Vala, settu okkar skemmtilegt lag hérna fyrir okkur. Þetta búið. Og lifandi tónlist öll kvöld. Hvað viltu meira? Sjáumst á dönsku kránni. Den danske krog. Horror Style er viðbjóðslega góður Halloween hamborgari á American Style. Jólaskemmtanir í skólum, jólaglögg, júlefrókost, smá glögg eftir vinnu. Heldurðu að þú munir gera eitthvað fyrir heimilið á aðvendunni? Stökktu til okkar og þú fær 40% afslátt af öllum litum á litakorti Sliffélagsins og fríar litapröfur á litadögum sem standa til 17. nóvember. Sliffélagið. Við höfum málað með Íslendingum í meirinn 115 ár. Nú er sprengivika í Fitnessport. 25-70% afsláttur af öllum vörum. Já, þú heyrðir rétt. Öllum vörum. Sprengivika Fitnessport. Fyrir fólk eins og þig. Er Nestek í þínu nágrenni? Láttu fagmenn dekkja bílinn þinn. Nestek Reykjavík, Garðabæ, Reykjanesbæ og nú líka á Akureyri. Ert þú kominn með neyðarkall í hendurnar?
Slysavarnafélagi Landsbjörg. Snjórinn fellir í kvöld klukkan 20:59. Túborg, léttöl. Skemmtileg spil, falleg leikföng, hágæða töskur og margt og mikið fleira. Fæst hjá okkur. Margt og mikið. Holtasmára 1. Það 200 miljónar risapottur helgina. 1x2 við tippum. Ísland í dag fjölbreyttur dægumála þáttur þar sem við tökum létt við töl og daga í lífi fólks. Við segjum líka sögur fólks í óvenjulegum aðstæðum og rýnum í mikilvæg samfélagsmál. Ísland í dag, alla virka daga strax á eftir kvöldfréttum í opinni dagskrá á Stöð 2. Það 2030 einfalt að elda sem færið Ísland í dag. FM 95 blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina Egilshöll. Það held ég, elsku vinir, þeir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Það Steindi June, Höðum Blöndal og Sveppi fucking Kröll með ykkur á sem glæsilega föstudegi. Þetta óhefðbundið þáttur, við erum upp í Ölgerð, ekki upp í stúdíó og ástæðan fyrir því að Túborgin var að detta í hús og hann ekki dott inn að 20:59 í kvöld. Já, og við erum með mannin, Sverrir Bergmann á kantinum sem fær að tælja hann inn. Kallar þetta inn eða ringir þetta, hvað segir þú? Öskrar þetta Telur niður. Það voru öllum fötunum, setur þumal í rassinnar og öskrar þetta. Jólabjörn kominn. Þetta bara að vera stærri en áramótin. Já, líka við. Svona líka maður. Það bara öllu til tjálta út af einhverju bjórtegund. Já, þetta bara ekkert einhver bjór. Þetta bara jólahús. Hvað gættu þér í múlum? Sjálft í nóvember. Það eins og komið að dagskrálið talandi virtasta, það verið að tala að þetta sé virtasti dagskrálið FM 95 blöð. Á þessum 7 árum, við erum 7 ára núna eftir 2 daga. Menn setja spurningamerki við það alltaf. Þetta eini dagskrálið sem verið frá upphafi og það eru sturglaða staðnir. Reyndar líka föstudagsklæði en það orðið mjög sjálfgefs þessi. Þú ert nú ekki búin að vera með oft núna. Tillitum. 7 ár, 7 ár. 2011, maður 4. nóv. Hann var í dag. Já, nánast, eftir 2 daga. Steindi, þú varst nú bara í punktnum og pappa henni þegar við byrjum. Geggjað. Eru þið tilbúinir í sturglaðar? Já. Ein þeirra hrossaskítur. Þannig að því að giska á eftir. Ég ætla að byrja og ég vona þið séu tilbúinir hlustendur hvar sem þau eru að hlusta. Titanic 2 leggur í hann árið 2022 og fer sömu leið og upprunalega skipið og lítur nákvæmlega eins út og upprunalega skipið. Þetta veist mér svolítið magna. Veitu hvað ert að tala um, er þetta bara raunveruleikin eða er þetta eitthvað bíómynd? Nei, bara Titanic. Þú veist að bíómyndin var skip sem var til í alvörinu. Já, ég veit það, ég bara vissi ekki að væri búið að gera nógu 2. Já, ég að segja þér það. Já, þetta og hvað, halda að verði eitthvað herfnæri núna? Alveg, ekki, það lítið að vera búið að beturbæta skipið. Nei, það alveg eins skipið. Alveg eins? Já. En það þurfti ekki að beturbæta, það sildi bara á ísjaka, það þurfti bara að fá betri skipstjóra. Það sé líka stemming að fara inn í Titanic og sjábúst, þetta verður allt nákvæmlega eins kom. Ég væri til að fara. En það ekki sami skipstjóri, eða þú veist engin skildur honum? Jú, sami. Hann 159 ára. En haldið að sé einhver í fjölskyldunni? Gæti verið einhver arfkomendur. Arfkomendur. Man veit það ekki. En hafið þið séð Titanic 2, myndina? Til 2? Hún rosaleg sko. Ég ekki að grínast. Væntanlega ekki með Leo. Nei, hún til og það alveg stór markaður af svona low budget BSC myndum til og hún geggjuð sko. Hann leik inn í Steve hérna sem var í Melrose Place. Þetta bara störtlind sko. Titanic 2, tjekkja á því. Svo það næsta, tónlist jafn ávanabindandi og eiturlyf og kynlíf. Samkvæmt rannsóknum. Ég málega það. Já. Ég held ekki. Já, svo segja allavega bara vísindamenn. Já. En ég hef aldrei þurft að hlaupa út í bíl bara hefur að heyra eitthvað. Nei, Íris, skvekta útvarpinu! Sett eitthvað lag í gang. Nei, en hefur þurft að gera það með kynlíf og eiturlyf. Já, hann hefur lætur svona heima á sér. Please! Nei, maður heldur svona með eiturlega neytundur þeir verða að fá skammtinn sinn. Já, það bara að tala um að eiturlyf mjög ávanabindandi eins og tónlist og kynlíf. Já, það ekki að það veri jafn ávanabindandi. Jú. Já, ég meina þú veist, ef þú horfir bara á heroinfíkil sem liggur á gólfinu og ekki að sinna nýfættu barni. Það er kannski ekki bara að mæla við hann. Já, það er bara að vera að mæla þetta við svona basic, bara kannski grasnótanda eða. Nei, bara, herðu næsta. Jesus, hvað er þetta að gera þetta?
14% samkynhneigðra karlmanna kljást við offitu en 23% gagnkynhneigðra. Þetta segir sér om mig. Þannig að samkynhneigðir karlmenn eru basically samkvæmt þessi eru mun grenri heldur en gagnkynhneigðir. Það verðast passa betur upp á línunar. Það er svona, það kemur mann svo sem ekkert á óvart. Nei, þeir eru búið snirtilegir og grannir og alltaf vel girtir og góð lykt af þessum. Ekkert allir sko. Nei, það er náttúrulega talað um í... Hefur heitt Thomas sem er vond lykt af? Sem vond lykt af? Nei, reyndar ekki. En ég hef ekkert hitt rosalega marga sem er bara alltaf vond lykt af. Það er bara, það er alltaf vond lykt af þessum gæja. Nei, maður hittir nú ekkert mikið að svoleiðis fólki. Þú veist að ég var alveg fyrir að setja litt af einhverjum gæja, þá var það bara því að nýbúin að vera að sveita. Ég veit hins vegar, fyrir víst að sko samkynhneigðir karlmenn sem eru svolítið þéttvaxnir eða bústnir, þeir eru mjög vinsalir í sko samkynhneigðir hjá öðrum samkynhneigðum og eru kallaðir eins og Steindi sagði Bears, Papa Bears. Ég hef hitt nokkra Bears. Værið þú bear? Nei, þú er lítill. Þú er bara svona skóabjörn. Nei, þú veist Þvottabjörn. Ég og Sveppi erum örgulega ég held að við varum alveg kallaði Bears. Við erum skeggjaðir með smá bumbur. Við varum Bears. Og við málega ég vil meina ég yrði rosalega heitur í geysirunni. Heldur það ekki? Þú lítur rosalega stórt á þig bæði sem gagnkynhneigðan og samkynhneigðan karlmann. Nei, málega, ég hef alltaf komið inn og hvað var það eftir? Var það ekki 8,2 á góða degi? Engin sammála því? Nei, ok, en ég var kannski 7. Hvað heldur þú setja einhvað meira eða út gay? Ég myndi halda henni á gay-markaði. Ég var örgulega bara 9,3. Er það ekki? Já, það eru það allir sem koma nýjir inn á markaði. Já, feskir inn. Svo bara eftir svona 6 mánuði þegar allir eru búin að þjösnast á þér, þá ertu orðin bara svona 5,5. Er það? Herðu, næsta, pör sem kynnast í World of Warcraft endast lengur saman heldur en önnur pör og hafa yfir 100 manns yfir 100 búin að gifta sig sem hafa kynnst í World of Warcraft og það er nú gaman að svessa hérna, heldur þetta sé satt? 100%. Eða? Já, ég held þetta sé líka satt. Að fólk sem kynnst á netinu, það endist yfir lengur heldur en... Gæti það ekki líka verið því að það er þá ekkert að tuða í hvort öðru að sé á netinu? Já, líka þetta er allavega 100% sameigilegt áhuga maður. Já. Þá er það líka bara búið að, eins og Sessi var að segja, þá er fólki búið að kynnast áður að hittist. Það er búið að spjalla saman á netinu í einhver tíma. Já, samt búið að kynnast, þá ertu búin að kynnast konunni sem, einhver álfur aðeins í skógi, hvað viltu ekki, frekar bara... Nei, ég held þetta sem meira sko, þú kynnist sko tali... Já, reynda þegar við kynntust, þá var hún skóabjörn. Já, nei, segjum að eitthvað tröllskessa gaf mér healing potion og ég bara sá ekki sólina fyrir ég er búin að dyrta hann að segja ok, segjum eitthvað tröll bjargaði lífið minn ef tröll gefur einhverjum álfi healing potion og þau eru eitthvað að snáðast þá eru þau samt ekki sko, þá eru þau samt bara síðan að tala saman þú veist, er það ekki? Þú talar svona 80% tímar eitthvað allt annað en tölvleikir ég ger það sjálfur þegar ég er að stríma ég veit ekki með World of Warcraft ég meina ég meina, við höfum vinn Digital Cuss hann alltaf var það mikill World of Warcraft maður að þið náðu ekki svona 10 sem hann fann að skýti pizzakassa það þurfti að fara inn í heiminn að tala um hann Belli og regnast bestu vinni og mjólka mun meira í kringum bestu vinni sína það er svakalegt þetta finnst mér svolítið skemmtilegt Belliðna maður mjólka meiri í kringum vinni sína kýrnar þá er það bara illa sáttar helvits kýrnar helvits spennandi Fjórir, er ekki fjórir? Spennanir? Jó, fjórir kvikindar, hann hókandi niður úr þessu En einhver veit að þá rásaði sig hann er náttúrulega pappans er kjötmaður Kjötmaður? Já, ég held að segja pappans er að mjasta þetta Hann er kjötinn hann Helst ég ætla að segja pappans er belja Pappiðin að snerta júur Nei, hann er ekki að mjölka, hann er meiri í nautunum Hann er að slátra þeim Hann hefur mjölkað Stephen Hawking taldi meiri líkur á að geta ferðast fram og aftur í tíman en að það seti guð ég trú þetta svolítið magna að ferðast aftur í tíman hann sagði að veri meiri líkur að bara time travel heldur en að seti guð ég held að sé ekki aftur í tíman ég held að sé fram í tíman að því að þú færi gegnum þú veist, þeir segja að þú getur það veit ekki hvað nákvæmlega gerist en þú færi gegnum einhvers konar svona black hole það átt að time travela en þú veist, það eru margir sem hafa sagt þú veist, hei, ég var að fljúsa flugvél þetta og það átt að taka 6 tíma en svo allt í hennu gerðist eitthvað sem ég veit ekki alveg nákvæmlega gerðist og það tók 2 tíma Flugu sérst í annað tímabelti heitir þetta Nei Það er að flyga til New York þá er ekki sami tími þar og hérna heima þú veist það ekki láta mig fá illt í heilan það er ekki time travel Nei, fólk, þú veist, það er skilur fullt að en hvort sem að það hægtið ekki þá alltaf talað að vera meiri líkur á því heldur en að Guð sé til en það er Guð ekki til Þú ert alveg pottur á því, sengin Guð Getur ekki verið viss? Nei, já
Getur ekki viss. Getur ekki viss. Hún getur ekki viss. Hvaða guð? Hvaða guð? Herru, förum í síðustu. Það er til svona 300-400 guðir. Býflugur segja whoop þegar það rekast í hver aðra og verða hissa. Herru, þá voru þessi var rosalega feskja sem þú samtir í dag. Þá spyr ég hvað af þessu kjaftaði. Bíflugan sem segir Nei, það var pörið sem kynast í World of Warcraft. Ég bjóð það til. Nei. Vitandi að Svessi var að koma. Þetta er fact-checkaðar þar. Nei, og ekki eftir því. Þetta segja mér að það er ekki sem fact-checka. Bíflugur segja whoop. Whoop. Þegar það rekast í hver aðra. Bara hissa. Sérst áðum. Æ, ég vala hann að setja lag í guðanabæn. Já, það voru góða samt. Hver fattaði það? Það voru góða. Bergmann í farabróti, lagið Næmur, ofboðslega næmur. Hann er líka ofboðslega næmur, hann er búin að vera þetta með okkur síðan, 5-leitið. Og það er eiginlega bara komið að lokum hér hjá okkur í beinni útsendingu frá Ölgerðinni. Rosa föstudagur í gangi. Við erum búin að koma inn á þetta. Valdimar, hann er með tónleika á Hverfisparknum sem byrja klukkan 11. Freistandi. Já, og svo er Bjartmar Guðlaugs, hann er í Keiluhöllinni. Mega freistandi. Já, þar kemur jólabjörn 2059 og happy hour þar frá, 9 til 12 veit ég. Svo keyrir Simmi rútuna niður í bæ með alla mannskapinn. Sverrir Bergmann, hann verður á dönsku. Freistandi. Já, það er, veistu að þetta er einhver spurning þegar maður reyna að ná þessu öllu? Komdu. Já. Það er ekki búin að redda pössun fyrir ég var að fá SMS, ég er mögulega búin að græða yngsta. Nú, það er alltaf bara með annars. Ef ég er búin að græða yngsta og miðurbarnið, þá er ég góð. Þetta er það? Ég var að skoða þetta? Já, dóttur mín er 15 ára, hún er bara klár, verður bara heima. Það verður þægilegt og hún getur byrjað að skutla okkur. Ert að grínast að vera geggjað? Já, það verður þægilegt. Við erum að tala um það stendur, við gætum, Bjartmar 9. Já. Og Svessi á Valdimar 11. Kallaði hana, já. Ég ætla að segja Valdi. Valdi Kaldi. Valdi kláðan 11. Já. Hann er 11. Svo bara danska 1. Nei, þá var Svessi hættur. Nei, ég byrði 9 og 12 sko. 9 og 12. Þú komið þáka halv 12 þá. Sko, þetta er eitthvað sem við þurfum aðeins að taka bara smá fund hérna. Já, þetta er kannski ekkert eitthvað sem að hlustendur þarf að hlusta á. Nei, þetta er off-record hjá okkur. Þetta er off-record hjá okkur með svona. Við getum það að elda, það getur verið stemning. Já, en sko málega það, en það er fullkomið plan að byrja því að horfa á Suður-Amska drauminn. Já. Hann er fyrstur. Það er 2025 í kvöld á Stöð 2 og þetta er með betri þáttum og ég er svo ánægður í honum að því að við erum að fara frá Bólivíu. Já, við kveðjum þar. Það er auðvitað, veist það, La Paz, ég get ekki sagt út alla Bólivíu, en La Paz, hræðileg ég myndi aldrei fara á hann gættur. Nei, það er svolítið þannig, en svo er náttúrulega líka málan ástæðan fyrir við erum nú hérna upp í Ölgerð að það er skrúðgangan, hún fer niður, allan Laugaveginn í kvöld og það er verið að gefa skrúðgangan? Já, það er verið að gefa jólatúborg, húur og ég veit ekki hvað, þannig að hendið ykkur bara niður í bæ og hafið gaman. Annars verðum við mættir hér næsta föstudag, þá verðum við upp í stúdíói og þetta er túborgdæmi, þetta er að vera stærri menningarnótt á Íslandi. Þetta er að vera alvöru fyllibita allra með túborg og húu. Nei, ég til það. Fíntur okkur sköllóttu. Takk fyrir hlustununa og heyrjumst eftir ykkur. Takk fyrir að vera með ykkur og ég bara, veist, ég dýrki það. Já, frábær. Nýtt Kvistnóstilboð, stór bátur að eigin vali og halvu lítra Pepsi á aðeins 990 krónur. Kvistnós, við erum á Ólís. Snjórinn fellur í kvöld, klukkan 20:59. Túborg, léttöl. Ert þú kominn með neyðarkall í hendurnar? Slysavarnarfélagi Landsbjörg. Börnin elska dásamlegu tuskudýrin og bálsana frá Kalú. Kalú-vörurnar eru frábærar vöggugjafir. Fáanlegar í margt og mikið. Holtasmára 1. Milt þvottaefni sem færir þér margra barna mæður á Stöð 2. Hvíti rúsin í heimi er á Lebowski bar. Jeppadekk í miklu úrvali frá BF Goodrich, Toyo, Maxxis og Pirelli. Nestek. Mér langar í hambúrgara, mömmu langar í fisk, pappa langar í steik. Hvert er það að fara? Grillhúsið. Góðir í öllu.